Komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við aðeins að fara yfir hvernig ég hugsa lokaverkefnið og svona hvað raunhæft að gera og yfir hvað tímabil við ætlum að gera og hvernig við vinna þetta og hvernig það lítur allt út og svo framvegis. Til að byrja með að ég að afhenda þetta í dag, 17. mars. Það fyrir náttúrulega eftir hvenær þið að fá þetta vídeo í framtíðinni að þið getur verið að fá þetta afhent á öðrum tíma og mögulega getið eitthvað að breyst, þannig að endilega lesið yfir verkefnalýsinguna vel og ekki gera ráð fyrir endilega að það sem ég segi í þessu vídeói sé nákvæmlega það sem að ég nákvæmlega það sem það að gera. En já, lesið semst ef eitthvað breyst í textanum þá gildir það. En þetta vídeó svona hvernig ég hugsa þetta í grunnatriðum. Nú, þetta hópaverkefni. Hugsað 3 saman í hóp, 2 til 3 saman í hóp og þegar búa til eitthvað heildstætt verkefni sem sagt með því að innvinkla eina af 2 aðferðum hér að neðan. Og það sem sagt A og B og ég útskýri þetta smá. Í boði að nota geislaskera og 3D-prentun til að bæta aukalega íhluti við verkefni. Þannig að þeir eru að búa til einhverja vöru, þetta einhver vöruþróun, þeir eru að hanna einhvern hlut, einhvern mun og þeir að nota fræsingu og þeir að nota fræsingu, það krúsíal atriði í verkefninu, en þeir megi líka bæta við einhverju geislaskornu eða 3D-prentuðu við verkefnið til þess að svona hnýta slaufu með því. Það fyrsta sem ég gerir að þið búið til tillögu að lokaverkefni. Þannig að ég vonast til þess að núna bara strax og þið fáið verkefnið að þá skráið ykkur saman í hópa, þið megið vel ykkur saman og ég set ykkur saman í hóp þau sem eftir eru ef einhver. Bara viku eftir að verkefnið er gefið út. Cirka bát viku eftir að verkefnið er gefið út þá eigi það að vera komin með svona grófa tillögu að lokaverkefni og þið eigið að setja hana niður, búið til verkefnastjórnunar konsept í kringum hana og skipuleggja tímann sem þið hafið fram að skilum. Þannig og þið eigið að skrá þetta allt á nýtt repository. Það getur verið hýst af einum sérstökum en það var búið til eitt sér repository sem að allir hópameðlimir hafa aðgang að og það á að hlekkjast inn á allar síður einstaklinga. Þannig að þið sjáið að ég á eftir að sýna ykkur lokaverkefnum fyrir árum. Oft hafa nemendur bara hreinlega sett lokaverkefnin inn á heimasíðu einhverjum einum og síðan gleymust og ég þarf að leita og þetta verður vesen. Ég vil bara fá eina sér nýja repository síðu sem hlekkjuð. Það má vera með sama layouti og einhver einn í hópnum búinn að vera að nota hingað til en þetta á að vera nýtt og sér vefsvæði. Og þegar það skrásetta allt sameiginlega en ég vil sjá ítarlega nokkurn veginn það þarf að vera útskýrt nokkuð skilmerkilega hver gerði hvað. Þannig að nemandi A, hann teiknaði, nemandi B, hann gerði þetta, nemandi C gerði þetta og þetta þarf alltaf að koma þokkalega skilmerkilega fram á heimasíðunni. Þegar það nota aðferðafræði verkefnastjórnenda til þess að skipuleggja vörður. Hvenær ætlið að hittast og ákveða hvað það ætlið að gera? Hvenær ætlið að vera búin að hanna? Hvenær ætlið að vera búin að fræsa? Hvenær ætlið að vera búin að setja þetta saman? Hvenær ætlið að vera búin að búa til kynningu? Og það fram til götunum. Þannig að það eitt af því fyrsta sem það að gerast bara skipuleggja, nú erum við með svona marga daga þangað til við eigum að skila hvenær á hvað að vera tilbúið. Þannig að þið séu ekki alveg fram bara á síðustu stundu að klára það sem það þarf að gera. Nú, þegar við veljum milli 2 mismunandi aðferða, það að segja fræsa eitthvað stórt og fræsa eitthvað mót. Þannig að verkefni A að hanna, teikna, undirbúa og fræsa eitthvað með shopbottinum. Þið þurfa að skipuleggja feeds og speeds, toolpaths, hvaða verkfæri eða fræsibita þau notið og annað sem var hannað. Það að segja að 3D-prenta eða laserskera eitthvað aukalega við það sem að gera. Þið getið notað ýmiss konar efni en það fer dálítið eftir verkefninu og stefnum að því að hittast fljótlega til þess að ákveða hvaða
hvaða efni þurfa að vera til staðar. Þannig að ef þið vitið ekki alveg hvað þið ætla að nota þá gerir þið ráð fyrir að nota 18 mm greni crossfit eða OBS. B. Hanna, teikna, undirbúa, fræsa eitthvað í wax mode með Roland SRM20 vélun okkar. Við hefum undirbúa toolpaths, roughing og finishing, ákveða hvaða fræsibeitar eru í boði og þið getur komið til mín. Það getur vel verið, ég mun örugglega, ég þarf að setja inn fræsibeitana sem eru til reiðu en þið getur líka komið bara að hitta á mig til þess að ákveða hvaða fræsibeitar eru til og þið setjið þá svo bara inn í það er eiginlega alveg í lokin sem að gera það hvort þið er. Það eru ýmiss konar útsetberinn í boði en hafið samband við mig þegar þið eru komið með svona nokkuð grófa hugmynd að því hvað þið viljið gera. Að endingu þegar búið til 5 mínúta kynningu á hlutnum sem ég gerðuð fyrir samnefnendur í loka áfangar sem verður haldinn þegar þetta vídeó er tekið, ég held að sé mánudaginn 15. það er mánudagurinn 14. apríl. Það getur vel verið ég semji við ykkur að hafa það frekar hérna 16. Sjáum til þegar nættriður. Eftir að setja inn myndbönd fyrir bæði V-Carve og hvernig á að nota V-Carve og hvernig á að nota Fusion. Ég ætla að gera það núna í vikunni og já. Hvernig meti verkefnið? Vefsíðan, skipulag, þetta er mjög svipað eins og hingað til skipulagað aðgengi efni. Ég vil að það sé auðvelt fyrir mig að fara inn á vefsíðu hver sem er, hvaða nemenda sem er í hópnum sem er og ég geti farið inn á vefsíðuna þeirra og ég geti fundið lokaverkefnið. Og þessi hverju voru í hópnum, hvenær var þetta framkvæmt og ég ætla að sýna ykkur hérna þetta smá lokaverkefni sem að þið getið stuðst við. En hverju voru í hópnum. Og ég veit líka að loka afurðin sé það fyrsta sem að tekur á móti mér þegar ég opna síðuna. Það var hægt að framkvæma það sem þið ákveðu að gera. Hún er svona eina tæknilega takmarkana. Þið verið að sýna mig fram á að þið unnuð alla verkfæraferlana og undirbúninginn. Þið umræður hvaða efni þið notuðu, gátuð notað eitthvað annað efni, af hverju notuðu þetta. Kannski bara nóg að segja, kennari minn sagði mér að nota þetta efni en ég myndi helst vilja fá eitthvað aðeins meira frá okkur. Hefði eitthvað annað efni verið heppilegra en var ekki aðgengi að því eða eitthvað svoleiðis. Verkefnastjórnin þarf að vera góð, þannig að við brennum ekki upp á tímasetning og afhending verkefnis. Þetta hefur að gera með tillögu að lokaverkefni. Ég vil ekki að þið séu hérna eftir korter í kynningu og þeir ekki ennþá búin að ákveða hvað ætla að gera. Kynning á verkefninu, hún er bara stöðluð, þið kunna að kynna. Vinnuframlag og framkvæmd, bara eins og með hinn verkefnin hingað til, lýsið fyrir mig hvað þið gerðið, hvar funduð innblástur, voruð þið með einhver aðrar hugmyndir en ákveða að breyta til eða eitthvað svoleiðis. Hvernig var samsetningin á þessu, hvaða verkfæri notuðu þið, hvaða efni notuðu þið, bara segja mér hvað þið gerðið, sýnum mér myndir að því, sýnum mér vídeo að því eða við og svo framvegis. Heimildur og hlekkir og innblástur hefur dálítið að gera með þetta líka. Ef þið fóruð á Pinterest og funduð eitthvað, ég vil fá hlekka á það sem þið funduð, þannig að þið getið sagt mér, ég sá þetta, mér langaði að gera eitthvað svipað, ég breyti þessu og þetta er afkoman eða útkoman. Frumlegt, bara frábært ef að verkefni er frumlegt og það er svona dálítið öðruvísi og það er ekki eitthvað svona, þið fóruð ekki bara að herma eftir einhverju öðrum sem hafi gert eitthvað mjög svipað. Sjálfstæð rannsókn og þróun, sýnum við fram á að þið voru dálítið sjálfstæð með því að framkvæma þetta verkefni. Ég ætla aðeins að tala hérna um smá fyrirlestur áður fyrir að sýna ykkur nokkuð verkefni fyrir ára. Það sem við erum að gera er að við erum einfaldlega að búa til, við erum að nota tvær aðferðir. Við erum annars vegar að nota hérna er eina aðferð, mótagerð fyrir trefjaplast. Við getum fræst út í XPS frauð eins og kom fram í fyrirlestrinum og þá getum við fræst það út
og við getum búið til svona mót og við getum svo notað það sem í rauninni grundvallar hlutin í mótagerð fyrir trefjaplast og dæmi hvernig trefjaplast tekið unnið með það og vakúmmótað til þess að búa til á endanum einhvern svona hlut og það eru nemendur sem hafa gert það áður. Ég skal sýna ykkur myndbönd af því eða útkomun af því. Þið getið skoðað þessi myndbönd ef þið viljið. Mótagerð fyrir resin og silikon. Við notum vax til þess að fræsa í og það fræsist alveg einstaklega þægilega og vel og það er hægt að endurnota það og það er hægt að bræða niður aftur í vaxkubb og alveg frábært efni til að vera með. Það er hægt að nota þetta til að búa til negatívu af negatívu sem að hægt svo að búa til síðan hægt að steypa í negatífuna úr silikoni og nota svo silikonið útsteypuna til þess að búa til loka hlutin. Þannig að hérna dæmi hvernig það er gert svona á mjög svona rút máta en það er að gera þetta sama með mótavaxið og það eru vídeó inn á verkefnasíðulistanum hvernig á að gera þetta. Það sem að verður langleiklegast að þið gerir að fræsa eitthvað í crossfit og þá erum við bara með fræsi sem að fer eftir ákveðnum verkfæraferlum afskaplega svipað eins og við verðum að nota laserskeran nema bara við getum unnið með þykkari efni og aðeins flóknari efni og kerfið kemur alveg rosalega þægilega vel út með þessu. Dæmi bekki eða eitthvað svipað. Hérna er eitthvað timelapse af hvernig á að nota fræsin til þess að búa til eitthvað sem að þessi viðkomandi var að gera. Jæja, hvað var þetta að gera? Eitt dæmi sem við gerum fyrir nokkrum árum síðan og það var að búa til læknisvörur í COVID. Það vantaði Landspítalinn var að vera búið með alla lækningavörurnar sína þannig að við fórum á stað og notuðum bæði víniskera, fræsara og 3D prentara og reyndar laserskera líka til að búa til svona plasthlífðarhjálm eða hlífðarskjöld fyrir andlit og það eru margir það eru nokkrir hlekkir á verkefni þar sem að fólk var að senda hvort öðru tekníkar sem að var að vinna með að þróa áfram og betrumbæta og fleira. Hérna er dæmi einhvern sem að bjó til svona hálfgerðan bíl úr crossfit, gerfi útlimir, gerfi hendi sem að einn nemendur í einum áfanga gerðu vindmylluspaðar, ræktunar, svona aquaponics verkefni, sjálfvirkur blómapottur var eitt verkefni nemenda einu sinni. Skóbúnaður, það er að búa til mót og búa til sóla, leikföng, hljóðfæri, húsgögn, húsbúnaður, hérna dæmi stól sem að hópur nemenda gerði. Það er raunhæft að búa til einfalt svona trefjaplasts hjólabretti eða eitthvað álíka. Hérna eru stólar, hérna eru taflmenn steyptir, búið til útsteypumót fyrir taflmenn eða önnur spil, hillur, skápar, hirslur og fleira. Og fyrri ár, hérna til dæmis dæmi garðstól sem að hópur nemenda gerði fyrir nokkrum árum síðan og hann bara gekk mjög vel upp segi ég. Hérna dæmi bát sem að var smíðaður, það reyndar nemendaverkefnið eða vefsíðan var ekki nægilega skjalfest þannig að það er ekki betri myndir heldur en þetta. Hérna er nemenda sem bjó til vask, bjóðan til í nokkrum formum og síðan varan, hann var alveg varinn með epoxyresin, kom alveg sérstaklega skemmtilega út. Klakamót sem eru hérna og búið til í silikoni. Hérna er svona luxusbað, hópur nemenda sem að bjó til sem að fannst mjög notalegt að vera í baði með svona einhvern skemil eða skeng borð. Hérna er kollur sem var fræstur út. Íslandskort, þetta var borð þar sem að hæðakort af Íslandi var fræst út, mjög skemmtilegt. Og hérna er sama mynd, bara búið að setja glerplötu á
vínrekki eða vínskápur sem að nemendur gerðu og ég held að hérna hann tilbúinn. Vængur fyrir flugvélamót og það einn nemandi sem með flugvélaréttindi og að heimasmíða flugvélar og bjó til mót fyrir það. Hérna spil sem að nemendur gerðu, stóll og bátamót. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta almennilega en þetta fræst út í XPS frauð og síðan er báturinn hérna mótaður, annað spil og aftur vínrekki. Þannig að það er ýmisleg verkefni sem hægt að hugsa sér sem lokaverkefni og ég mæli með því að þið verðið tímanlega með verkefnin. Þannig að já, ég vona þetta að svara einhverjum spurningum ef einhverjur eru og gangi ykkur vel.